Það þriðji liður á dagskrá háskólasvæði umsókn skipulag til málstekur bæjarfulltrúi Hulda Elma Eysteinsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hér komin að dagskrá liður 3 í fundargerð skipulagsráðs dagsett 13. nóvember 2024. En þá var tekið fyrir erindi dagsett 31. október 2024 þar sem Hildur Steinþórsdóttir fyrir hönd Fjesta leggur fram tillögu að breytingu og deiluskipulagi Háskólans á Akureyri til samræmis við niðurstöður samkeppnis uppbyggingu á stúdentagörðum. Í breytingunni gert ráð fyrir að byggingamagn lóðar D hækki úr 5.200 fermetrum í 7.400 fermetra og að byggingar verði 3 í stað 2. Þá einnig gert ráð fyrir að fjöldi bílastæði að miði við 1 bílastæði á hverja 5 íbúðareiningar. Jafnframt óskað eftir því að lóðagjöld verði reiknuð út frá byggðum fermetrum en ekki út frá hámarksbyggingu lóða. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að hún samþykki framlaga tillögu að deiluskipulagi og að hún verði auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga númer 123/2010. Afgreiðslu varðandi óskum að gjaldtaka miðist við byggða fermetra en ekki hámarksbyggingamagn frestað. Ég veit að það hafa komið upp efasemdir varðandi að þetta sé einungis 1 bílastæði á hverjar 5 íbúðareiningar en það nægt land þarna til að bæta við eftir á ef að þörf þykir. En deiluskipulagsbreyting þessi hér komin til umræðu afgreiðslu. Að bæjarfulltrúi Hulda Elma Eysteinsdóttir loki máli sínu orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil bara rétt nefna að það vekur athygli að það sé bara gert ráð fyrir 1 bílastæði fyrir hverjar 5 íbúðaeiningar. Það hljómar fremur lágt svona miðað við íslenskan veruleika. En ég skil það þannig að það sé pláss á lóðinni fyrir fleiri bílastæði þannig að það verði þá hægt að bæta úr ef að þetta dugir ekki. Mögulega í fyrstu umferð sakar ekki að láta þetta reyna. Takk. Bæjarfulltrúi Andri Teitsson loki máli sínu orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Jón Hjaltason. Forseti, bæjarfulltrúar, það tvennt sem ég langar til að vekja athygli á í sambandi við þetta erindi að annars vegar það hvað bærinn hefur sýnt háskólanum mikinn velvilja með því að láta hann hafa þessa ákjósanlegu byggingarlóð sem ég reynda til mjög jákvætt og var mjög hlynntur. Í annan stað þá finnst mér blasa við ef maður lesa milli lína í þessari umsókn að háskólinn ætli að hverfa frá því sem einhvern tímann hét, ef ég man rétt, að integrera. Það var mikil tískuorð hér þegar menn ákvað að dreifa námsmanna íbúðum vítt og breitt bæinn. Þá átt að integrera námsmenn. Mér sýnist þetta vera fráhvarf frá þeirri stefnu, þannig að loksins þá hafi háskólamenn átt að sjá því að láta skynsemina ráða umfram tískuna og að þjappa þá saman á þessu svæði, bæði því sem lítur að skólanum beint og einnig að setja þarna niður þessar heimavistir eða námsmanna íbúðir sem aftur leiðir til þess, og þá þurfum við að fylgja því ögn á eftir og vera sammála það að skólinn gefi eftir lóðir hér og þar bæinn, byggingarsvæði og byggingar, þannig að hann einskorði sig við þessa lóð og láti af hugleiðingum að bæta við byggingar annar staðar í bænum. Þetta var það tvennt sem ég vildi vekja athygli á og biðja ykkur að hugleiða með mér. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Jón Hjaltason loki máli sínu orðið laust. Þessi fleiri hafi ekki hvað sé ljós. Þeir sem geta samþykkt að þetta fari í auglýsingu til skipsbreytingi. Það öll. Takk fyrir það.